Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, hefur alfarið neitað því að til standi að sameina Glitni og Landsbankann og að slík sameining sé óraunhæf á þessu stigi. Valgerður Sverrisdóttir, fyrrverandi viðskiptaráðherra, bendir hins vegar á tengsl Sjálfstæðisflokkinn við Landsbankann í grein á heimasíðu sinni, auk þess sem hún efast að Samfylkingin hafi verið með í ráðum þegar ákvörðun var tekin helgina. Björgvin og Valgerður eru sest hjá Sigmari. Velkomin. Takk fyrir það. Fyrst að byrjaði, Björgvin, að spurja þig út frá orðum stjórnarformanns Glitnis. Er það eðlilegt að hluti séu þannig að þessi búið til blaðamannafundar og tilkynntur svona gerninga án þess að stærstu hluthafar í bankanum hafa allir samþykkt það að þetta eigi að gangi í gegn? Ég var bara að heyra þetta í fyrsta sinn hjá honum, þannig að ég get ekki lagt mat á það, veit ekki hvað er rétt og hvað er rangt og hver er afstaða hinnar hliðarinnar í málinu, þannig að mér er ómögulegt að meta. Ég heyri þetta bara hérna rétt á þenni viðtalinu við Þorstein. Þú vissir ekki að þessi staða verið uppi eins og hann var að lýsa? Nei. Valgerður, þú hefur verið að gagnrýna þetta svolítið og svona í þínum orðum felst það að þér finnst að það átt að fara einhverja aðra leið. Vertu nú skýr og segðu okkur hvaða leið átt að fara. Ég hef sett fram efasemdir þennan gjörning og eins og kom fram hjá þeim viðmælandum sem voru hér áðan að þá segja þeir þetta sé harkaleg aðgerð og jafnvel óþörf aðgerð. Og það er út frá því sem að ég set fram mínar hugsanir og auðvitað hef ég ekkert allar upplýsingar í þessu máli frekar en þessi hér hafa verið og kannski veit Björgvin eitthvað meira um málið þó hann hafi nú komið seint að því með við upplýsingar. En það er náttúrulega augljóst og kemur betur og betur í ljós að Glitnismönnum var bókstaflega stillt upp vegg og þeir áttu engra annarra kosta völ en að ganga að þessu. Og þeir koma ekki að málinu hátt í 2 sólarhringa áður en að þeir eru kallaðir og þá er það bara tilbúið, gjörðu skrifa undir. Og það er þetta sem að mér finnst vera valdníðsla. En hefðu þú viljað nota peninga skattgreiðenda til þess að lána þessum mönnum sem margir segja nú hafi nú kannski ekki verið góður og séðir í öllum sínum fjárfestingum? Það er allavega ekki hægt að fullyrða það á þessari stundu, að mínu mati, að það hafi ekki verið hægt að fara aðra leið. Það hafi ekki verið hægt að fara leiðina að lána og til hvers er þessi leið sem að seðlabankar hafa að veita lán til þrautavara ef það var ekki eins og í þessu tilfelli. Ég held að Björgvin ætti kannski að svara því og ég velti mjög fyrir mér því að málið á náttúrulega að koma fyrir þingið eftir sem mér heyrist en þó hefur forsætisráðherra verið með efasemdir að þetta þurfi að koma fyrir þingið, þessi stóri gjörningur. Hvernig ætlar Samfylkingin að taka á þessu máli? Hún kemur að því mjög seint á sunnudegi þegar það er tilbúið. Já, byrjum á þessu með að Seðlabankinn á náttúrulega að vera lánveitandi til þrautavara og getur teygt sig hans langt til þess að veita lánafyrirgreiðslur. Það er hárrétt og það eru fyrstu viðbrögð Seðlabankamanna við þessari ósk eða sem sagt aðkomu Glitnis inn í bankanum ósk aðstoð að skoða það hvort það sé fær leið að veita skammtíma lán. Síðan er það mat Seðlabankans að veðin sem stæða bak við mjög hátt lán sem þyrfti að koma til að bæta stöðu bankans og gera hana viðunandi, veðin á bak við þau væri ekki trygg og þess vegna taldi Seðlabanki það ekki færa leið. Og þess vegna fór hún út á borðinu eftir mjög langa og ítarlega skoðuna því að það voru... Er þetta bara skoðun í Seðlabanka? Leggið þið ekkert mat á þetta sjálfstætt ríkisstjórn? Jú, ríkisstjórnin taldi svo að lokum eftir yfirferði við málið eins og því var stillt upp að lokum þar sem voru sérstaklega skoðaði nokkra leiðir. Það var farið yfir leið eins og kallað er á markaðslegum forsendum sem er þá væntanlega að renna bankanum inn í einhvern annan á þess að þessi ríkisaðkoma kemur til. Það var rætt það hvort ætti ekki gera neitt og það var rætt það hvort ætti að veita láni og í fjórða lagi þessi leið að ríkið keypti hlutafé í bankanum á ákveðnu gengi. Það var niðurstaða ríkisstjórnarinnar eftir yfirferðina og að sjálfsögðu út frá mati sem lá fyrir frá Seðlabankanum sem fór með málið að þetta væri svo leið sem væri best í þessari stöðu að það væri 2 kostir uppi. Annarkvort ef ekkert væri gert þá færi bankinn í þrot og þetta væri þá miklu betri kostur að koma inn með þessum hætti. Forðaþjón væri farið í þrot og það var bara eitt sem vakti fyrir mönnum. Það var annars vegar að tryggja fjármálalega stöðuleika í landinu og hins vegar að venda stöðu viðskiptavina og innistæðueigenda í Glitni. Þetta tvennt almannahagsmunir sem að voru einur leiðarljós okkar við þessa ákvörðun þarna eftir yfirferðina að lokum. Hefðu þú viljað bera á því pólitíska ábyrgð sjálf, Valgerður, sem bankamálaráðherra að veita mögulega fjármálastofnun gríðarhátt lán sem að fjalli á almenning, skattgreiðendur í landinu og við erum að tala 20 milljarða vegna þess að það er verið að fullyrða hér og inn í Seðlabanka að veðin hafi ekki verið nógu góð. Það er náttúrulega varla hægt að spyrja mig að þessu, miðað við það ég hef ekki allar upplýsingar. Það er sagt, það er orð gegn orði í sambandi við þessi veð. Það hefum við heyrt bara í þættinum í kvöld.
Þannig að það ekki tægt að fullyrða neitt það og svo þetta, hvernig þetta fundið út að þessir 84 milljarðar þýði akkurat 75%. Hvernig fjallaði ríkisstjórnin það? Ég tók eftir að Björgvin sagði áðan að Seðlabankinn fór með málið. Hann fór svo sannarlega með málið. Það er náttúrulega brot frá og ég veit að Glitnismenn þeir spurðu að því þegar að var komið fram á morgun og mánudegi, við hvernig erum við að semja? En finnst þér þá eins og þetta sé á einhvern nátt eitthvað óeðlilegt að taka undir þetta að Davíð hafi verið að beita sér með einhverjum hætti gegn Jón Ásgeiri eða eitthvað slíkt, eða það sé verið að gera eitthvað sem þolir ekki dagsins ljós? Það er mjög alvarlegt að sá orðrómur uppi í þjóðfélaginu, að svo hafi verið og bara það að þessi orðrómur sé uppi, að fólk treysti ekki Seðlabankanum til þess að taka faglegar ákvarðanir á grundvelli faglegra. En hefði svona gerningur ekki alltaf verið umdeilanlegur alveg sama hver Seðlabankastjóri? Ég skal ekki fullyrða að þetta sé eingöngu persónubundi og það er óskaplega erfitt að tala um þetta persónubundi, en bara að þessi orðrómur og þessar efasemdir skuli vera uppi er alvarlegt. Sumir hafa veltið fyrir sig hvort það sé heppilegt að umdeildur stjórnmálamaður fyrrverandi skuli vera í þessari stöðu, svo gerist þetta og þá er þetta einhvern veginn allt túlkað pólitískt. Er það heppilegt bara fyrir þjóðarheill? Það er náttúrulega sem menn hafa rætt í mörg ár hvort að það sé jákvætt að neikvætt að fyrirverandi stjórnmálamenn sem áralöng hefð á Íslandi, Steingrímur Hermannsson, Birgir Ísleifur Gunnarsson, Davíð Oddsson. En í þessu tilfelli til dæmis segir Þorsteinn, stjórnarformaður Glitnis, að Davíð sé hreinlega vanhæfur. Já, það er hans niðurstaða í málinu og hann segir hér áðan. Það sem eftir stendur samt er að burtséð frá persónum og leikendum í málinu, hversu kaldhæðnislegt sem það er, að þessir menn skuli vera á velli þegar þetta mál kemur upp, þá er það röð atvika á alþjóða fjármálamörkuðum. Það er ekki ringulreið á bandarísku mörkuðum eftir ákvörðun þingsins til dæmis og aðdragandinn af þeim björgunarpakka var mjög dramatískur allur. Að það ríkir ringulreið á fjármálamörkuðum, röð atvika erlendis, gjaldþrot stórra banka þar, er það þess valdandi að Glitnir lendir í þessari stöðu og fær ekki sín endurfjármögnunar samninga. Þess vegna er þetta svo stórbrotnir atburðir á alþjóðavísu í sögulegu samhengi líka sem valdaði þessi staða kemur upp og kaldhæðnislegt að það skuli lenda með þessum hætti en það er ekki sanngjarnt að setja það í það samhengi. En að þetta kemur okkur öllum við, getur þú þá upplýst okkur það hvers konar upphæðir var að tefla á þessum fundum? Ég meina, hvað voru háar fjárhæðir að falla á Glitni núna og hérna eftir nokkra mánuði sem alltaf verið að tala um? Þeir verða að skýra frá því sjálfur, það eru mjög háar fjárhæðir. Erum við að tala um einhverja nokkra milljarða tugi, erum við að tala um 100 milljarða? Ég get ekki nefnt töluna, þeir þurfa að gera það sjálfur. Þessi 84 milljarða er náttúrulega komið frá þeim. Það er það lán sem að þeir verða að skýra frá tölunum sjálfur, en við erum að tala um afskaplega háar upphæðir, þannig að sem að gera alltaf verkum að ríkisstjórnin tekur þessi afstöðu að lokum út frá því hvað sé verjandi að setja peninga skattborgarann í. Það var mat að veðin væri ekki nægjanleg til að veri réttlætanlegt að setja það inn sem lán og þess vegna er þetta gert til að freista þess að styrkja stóðir fjármálakerfisins okkar í heild og koma í veg fyrir mjög alvarlega. Það sem er svo sorglegt í þessu er það að þetta er vel rekinn banki með góða eiginfjárstöðu, með ágætis eignasafn, en samt gerist þetta. Og svo líka það að þetta lán, þessi lánalína sem þeir voru með þarna í Þýskalandi og örlaga valdur í öllu saman, að hún brestur í raun vegna þess að ríkið kemur inn í þennan banka með lántöku og þá er kvóti Íslands eiginlega fullur. Ég tek undir það er með Valgeir að það er bara með sorglegt að þessar aðstæður skuli hafa komist upp og þetta er náttúrulega gífurlega erfiðar ákvarðanir og staðan fyrir eigendur í Glitni og alveg skelfileg stað og það er náttúrulega enginn sem að óskar þess að slíkt koma upp. Þetta er bara þessir stóru, ófyrirsjáanlegu, hrikalegu atburðir á alþjóða fjármálamörkuðum sem valda þessari stöðu hér hjá okkur núna og þessi banki lendir í þessu núna út af gjalddögum sínum og það er það sem orsakar þetta, að þessi annars trausti banki lendir í þessum vanda. Heldur þú að það sé verið að koma bankanum í hendur á landsbankamönnum eins og rætt hefur verið? Já, ég er nú að því svolítið í mínum pistli að þetta sé aðgerð til þess að bjarga Landsbankanum og það er náttúrulega eitthvað sem ég get ekki fullyrt en miðað við það sem hefur komið fram í fjölmiðlum að þá náttúrulega hafa verið haldnir fundir og meira hafði verið haldnir fundur áður en að forsætisráðherra var hér í gær í Kastljósinu og kannast ekkit við það. Þannig að það var nú ekki alveg sagt rétt frá. Hann fundaði með þeim eftir það. Já, og áður líka. Og síðan er ekkit verið að fara neitt í launkofa með það að menn ganga bara miðbæinn og eru á leið upp í stjórnarráð. En er það endilega út af einhverju sameiningu við Glitni? Það er nú ekki trúlegt með hvernig ástand er í þjóðfélaginu. Hvað segir þú? Getur þú alveg
kortlagt það að þetta sé ekki svona? Já, á þessari stundu hefur engin slík ákvörðun verið rædd eða skoðuð með neinum formlegum hætti. En með óformlegum hætti? Hvað kalla með óformlegum hætti? Því að það eiga sér sífelld samtöl við alla forystumenn, allra fjármálafyrirtækjana núna í allan sólarhringinn, mínu ráðuneyti, við forsætisráðuneyti, það sífellt verið að fara yfir hlutina með öllum þessum mönnum og hvort að þeir hafi viðrað þann möguleika við forsætisráðherra með óbeinum og óformlegum hætti. Forsætisráðherra hefur ekkert greint frá því að svo hafi verið. Menn að sjálfsögðu að skoða alla fletindi eins og ég sagði áðan. Helgina var náttúrulega að skoða hvort það væri möguleiki að leysa þetta á markaðslegum forsendum eða einhvers konar bankasamræmi. Það var ekki og þess vegna er það í þessari stöðu sem er uppi núna ekki til skoðunar að því að sem stendur til núna er að reka bankan út úr þessum óróleika og ólgusjó og taka svo afstöð til þess síðar hvernig verður losað eignarhald ríkisins með afskaplega málefnalegum hætti. Einmitt út af því og bara örstutt í lokin í framhaldi af því sem var sagt hérna rétt áðan hjá honum Óla Birni Kárasyni, kemur til greina að núverandi hluthafar Glitnis, þeir sem eru að bera svona skarðan hlut frá borði, að þeir eigi svona forkaupsrétt? Ég hef ekki, það væri bara partur af þá einhver allt öðru ferlin er uppi núna, þannig að það hefur ekki komið til neinar umræðu frekar heldur en samrunnin. En svo er náttúrulega verið að reyna að vinna að því að koma í veg fyrir að þessi gjörningur muni eiga sér stað. Já, það kom skýrt fram hérna í kvöld. Að það er svo sem ekki það er ekki allt kurl komið til grafar. Við sjáum hvernig þeir. Takk hérlega fyrir komuna. Sömuleiðis.